525. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 kl. 17, 22. ágúst 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Davíð Páll Viðarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Ísak Ernir Kristinsson, Baldur Guðmundsson og sá sem hér stendur Guðmundur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartanim og Kjartansson. Það eru 4 mál á dagskrá fundarins. Þau eru nr. 1 fundargerð bæjarráðs frá 17. ágúst, nr. 2 fundargerð menningarráðs frá 10. ágúst, nr. 3 fundargerð velferðarráðs frá 15. ágúst og nr. 4 breyting á skipan fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Þá er tekið fyrir fyrsti dagskrárliður sem er fundargerð bæjarráðs frá 17. ágúst en með í gögnum fylgdi fundargerð bæjarráðs þar sem að bæjarráð hafði fullnaðarvald og þær eru ekki til afgreiðslu hér. En ef einhver vill ræða eitthvað úr þeim þá er það sjálfsögðu velkomið. En orðið laust. Ísak Ernir Kristinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar hér að byrja á því að óska nýjum byggingarfulltrúa innan til hamingju með skipan. En það var á fundi bæjarráðs 20. júlí síðastliðinn. Það er fengur fyrir sveitarfélagið að fá heimamann á þess að ég viti hverjir aðrir sóttu þetta starf en það er vissulega gott að það er vel tekist til varðandi skipan byggingarfulltrúa. Svo langar mig að nefna hér eitt mál í síðustu fundargerð bæjarráðs frá 17. ágúst. 3. liður opnunartími veitingastaða. Ég vil fagna þeirri ákvörðun bæjarráðs að fresta styttingu opnunartíma skemmtistaða bæjarins í miðbæ Reykjanesbæjar. Bæjarstjóri átti góða fundi, sá ég í fylgigögnum með fundargerðinni og komist menn greinilega að réttri niðurstöðu eftir að þetta mál hafi verið rætt og vona ég að allir aðilar máls haldi sig í þá samkomulagi sem er í gildi. Takk fyrir. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs. Hún er samþykkt 11:0. Þá er komið að fundargerð menningarráðs frá 10. ágúst síðastliðinn. Orðið laust. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, gestur, aðrir sem mál líða. 2 létt mál á dagskrá menningarráðs, en það er náttúrulega stóra málið, það er bara ljósanótt. Undirbúningur hefur gengið gríðarlega vel og það er allt útlit fyrir að þetta verði mjög gott partí. Bæjarbúar og fyrirtæki er öll að taka við sér og ætla að blása í lúðra og hafa eitthvað fjör kringu sig. Það er sem maður finnur að fleiri að koma að þessu heldur en hefur verið og þökkum við bara fyrir það og bíðum spennt eftir hvað kemur upp úr þessu. Ein hugmynd kom upp að bæjarbúar lýsa upp svona garðana sína eða nær umhverfi með björtum ljósum til að styðja við verkefnið og standa undir í að vera ljósabærin akkurat þessa helgi. Síðan erum við að auglýsa eftir verða fulltrúa til að hljóta menningarverðlaun, þannig að allir geta sent ábendingar bara til starfsfólks menningarsviðs varðandi það. Svo vil ég bara þakka þeim sem komu að framkvæmd 17. júní, hátíðarinnar sem var innan partíi sem var í sumar. Núna tökum við á því í vetur og byrjum á fullum krafti og ljósanótt.
Kristín Jakobsson gerði. Við fórseti ágætu bæjarfulltrúar og gestur. Já, það er menningar á fundargerð menningarráðs sem er hér til umfjöllunar og bara út af því að við erum að ræða ljósanótt og fréttir vikunar að þá er lögreglustjóri búinn að eiginlega banna og taka af eina skemmtilegasta atburð laugardagsins, og það er að segja fornbílakeysluna, og ég skilst að hann hafi gert það einslega án samráðs við fornbílaklúbbinn eða bæjarstjórn eða bæjarstjóra, og ég held að hann hafi svona gert ákveðið mistök að hafi allavega ekki haft samband við eða samráð við fornbílaklúbbinn og kannski bæjar eða skemmtanastjóra ljósanættu. Ég skil líka ákvörðunina í ljósi atviksins í Barcelona og Nice á síðasta ári. Þetta er öryggisatriði en það er hægt að koma þessum bílum að í samráði við klúbbinn, fornbílaklúbbinn, eða þá ökumenn sem að keyra niður Hrafnagötuna. Þetta hljóta vera hægt að finna einhverja lausn á þessu áður en að við blásum þetta algjörlega af. Þetta er ákveðin afþreying fyrir fólk á laugardeginum að koma þarna og skoða þessa bíla. Þó þetta sé alltaf. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast í kringum þessa fólkbíla. En ég fagna partíglöðum Baldri þakka honum fyrir yfirferðina á fundargerðinni, en það er eins og að vanti partí, svona miðsumarspartí fyrir partíglaða menn, og við vorum með, hvað heitir hann, Keflavík Music Festival. Ég ætla bara að skora á Baldur þar sem hann er svo glögglaður að vekja það upp sem frá var horfið. Kannski er það erfitt að gera það undir svo merkjum, en ég skora á Baldur að endurvekja þessa tónlistarhátíð okkar Keflvíkinga. Það er Sirkjensson. Seti ágætu bæjarfulltrúar. Ég er nú byrjað því að bjóða ykkur ágætu bæjarfulltrúar velkomna til starfa eftir sumarleyfi. Vona að það hafi haft það gott í sumar. En að því að bæjarfulltrúi Kristinn Jakobsson minntist aðeins á þessa ákvörðun að hætta akstri fornbíla niður Hrafnagötu, þá bar hún með þeim hætti að lögreglan gerir framkvæmir áhættumat, áhættugreiningu, eftir örugglega mjög ströngu og útspekúleruðu prótókolli sem að ég kann ekki eða þekki ekki hvernig gert er, en eins og bæjarfulltrúi kom inn á þá má leiða líkum að því að það sé meðal annars vegna þessara hræðilegu atburða sem orðið hafa víða heim undanfarnum mánuðum og misserum, þar sem að stórum bílum er ekið inn í mannfjölda. Þetta hefur átt sér stað í London, New York og víðar bara á undanfarnum síðustu mánuðum. Og alltaf þegar síst skyldi, fólk átti ekki von á einu en einu. Og þegar lögreglustjóri kemur hér á fund í öryggisnefnd ljósanætur í síðustu viku, hvern ég sat ekki því miður, að þá bar hann þetta undir og hafði borið þetta undir okkar fólk munnlega áður og svona kanna jarðveginn, fór yfir málið og nefndin taldi sig ekki hafa neinar betri upplýsingar eða betri greiningu eða betri ástæðu til annars en að bara taka þessari tillögu með jákvæðum hætti og samþykkti að verða við þessari tillögu lögreglan og Suðurnes. Vitandi samt að það auðvitað missið út þarna í dagskrárlið, en það var líka reynt að koma til móts við áhugamenn svona gamla bíla og flotta bíla og náttúrulega
klúbbinn með því að segja að við getum áfram verið með sýninguna niður á túni. Við bara komið öðruvísi að túnunni en að keyra niður Hrafnagötuna. En þar svolítið málið strand að mér skilst að bíleigendur vilji ekki bara sína bíla, þeir vilja keyra og ég hef alveg ákveðin skilning á því líka. Það gaman örugglega að keyra þessa bíla og þetta mikið sport. Hins vegar önnur hlið á málinu sú að þessi akstur, þessi hópakstur hefur oft verið mjög langur og tekið langan tíma, allt upp í 40 mínútur frá því hann hefst og þar til honum lokið. Og það hafa myndast bil í keðjunni þar sem að einhverjir byrjunarstjórar hafa séð einhvern sem þeir þekkja eða stoppa til að vinka og spjalla og hinir halda áfram að það myndast svona að kemur bil og eins og við vitum þá eru kannski hundruð eða þúsundir manna á Hafnargötunni á þessu tíma og þegar einhverjir halda, það kemur enginn sko, það bara síðasti bíl farinn, þá fer fólk aftur út á götuna með barnavagna jafnvel og börn og gangi og svona og þá er kannski hluti af lestinni ókominn af því það var einhver sem stöðvaði. Þannig að þetta var líka rætt á þessum öryggisnefndarfundi og var svona meðal annars hluti af því held ég að rökstuðningi þess að það væri kannski bara komið nóg. En við vitum að breytingar alltaf erfiðar. Við fundum vel fyrir því í fyrra þegar við breyttum með blöðrurnar á setningu ljósanætur. Það ennþá fullt af fólki sem telur það hafi verið ranga ákvörðun og núna ef þessi hópakstur fornbílanna verður ekki, það verður örugglega stór hópur fólk sem líkar það ekki og þannig það bara í lífinu að breytingar erfiðar en breytingar eina sem við erum vissum að á eftir að verða í framtíðinni, en við munum halda áfram að breyta. Ljósanótt þannig hátíð að þó hún sé í grunninn svona nokkuð svipuð frá ári til árs, þá alltaf einhverja breytingar og ný atriði og einhver dett út og önnur kom inn og það hefur bara sinn gang. Ísak Erni Kristjánsson. Forseti, ég held að sé litlu við að bæta þessari yfirferð bæjarstjóra Kjartans Más en það þetta þannig að við verðum að treysta lögreglustjóranum að taka þær ákvarðanir sem hann telur bestar til þess fallnar að gæta upp á öryggi okkar íbúanna og þeirra sem að verða á þessari hátíð. En ég vil nýta þetta tækifæri hér og hvetja forsvarsmenn þessa félags fornbíla að ganga ekki svo langt og sleppa því að vera með í hátíðinni. Þetta auðvitað mikilvægur liður, einn af mörgum að gera þessa hátíð að því sem hún er. En einnig gleður það mig að sjá hversu stoltir íbúar Reykjanesbæjar eru af þessari ljósanætur hátíð. Ég tók rölt núna nýverið við bæinn hverfið hjá mér og það voru margir að dytta að eignum sínum, mála, taka til í görðum og þess háttar og allir höfðu það sammerkt að það vera að gera fínt fyrir ljósanótt og að bjóða alla þá velkomna sem að koma í bæinn yfir þessa hátíð. Þannig að við tökum þessu alvarlega íbúarnir, viljum hafa snyrtilegt í kringum okkur og til þess að taka á móti þeim gríðarlega fjölda sem að kemur og sækir okkur heim þessa helgi. Kristi Jakobsson. Forseti, það alveg rétt hjá sem bæjarstjóri segir að eini fastinn í lífinu eru breytingar. Það er eini votturinn að lífi. Ef jurt vex ekki þá er hún dauð. Og eins maðurinn, ef hann vex ekki eða lífið þá drefst hann. En það hefur verið hægt að takmarka til þess fjölda bíla og gefa þeim ákveðna bara ferla til þess að fara í gegnum og halda línunni og halda röðinni, stytta keysluna helming úr 40 í 20 mínútur þess vegna. Ég var svolítið líka fyrir vonbrigðum þegar félagið eða klúbburinn hann hvetur fólk til þess að sniðganga ljósanótt. Það finnst mér miður.
Það sýnir það að þeir eru mjög sárir yfir þessari höfnun eða þessu lokun hjá lögreglustjóra. Ég held að hljóta og ég hvet bæjarstjóra og öryggisnefnd ljósanætur að fara aftur yfir málið og allavega að viðra við klúbbinn hvort og hvernig það er hægt að auka öryggi. Ég hef alveg samúð með ákvörðun lögreglustjóra og skil hana, en það er hægt að vinna þessu betur og finna farveg fyrir þessu bíla öðru sem að leyfa þeim að keyra. Það er takmörku gæði, ef þetta eru 100 bílar sem fóru í fyrra, þá eru 50 núna, þá er þetta kannski svolítið lakkur að hafa bílana svolítið flotta og fallega. Baldur Geirsson. Gestur, þetta er stórt verkefni, þetta sem ljósanætur hátíð, og það komu fullt af svona álitamálum. Það komast ekkert allir að. Til dæmis er bara hápunktur kjötsúpukvöldsins að þegar bæjarstjórnarbandið stígur á stokk, þá komast ekkert allir í þá hljómsveit sem eru bara áheyrnarfulltrúar. Ja. En það hefur verið hægt að leysa, þetta eru ótal mál sem komu upp árekstrar. Einn áreksturinn til dæmis við fornbílaklúbbinn og mótorhjólin er að þeir renna fram hjá dúshúsum þar sem eru tónleikar á sama tíma. Og það getur verið stundum erfitt fyrir listamenn að keppa við 400 hestafl fyrir hinum yfir tilið, sem er ekki mjög hljóðinágrandi. Þannig að það eru alls konar þættir á þessu. Og ég tek undir það að það er leitt að fornbílaklúbburinn bregðast við með þeim hætti að hvetja fólk til að sniðganga hátíðina. Það er alltaf hægt að halda partí þó að allir fá ekki að hlusta á sín lög eða horfa á sína bíla. Þó ég skilji alveg að þeir vilji sína bílana. Þetta er þess eðlist að vera í fornbílaklúbbnum. Það er að einu sinna ári eða tvisvar ári þá ferðu út og vera bílinn og sýnir. En varðandi síðan þessar tónlistarhátíðir sem hafa verið þetta á sumrin, þá höfum við alltaf bara greitt götu þeirra og tekið vel á móti þeim. Því miður þá hafa ýmsar ástæður valdið því að til dæmis ATP-hátíðin sem var mjög skemmtilegt og öflugt verkefni, það bara sofnaði. Það verkefni búið á alheimsvísu. Keflavík Music Festival, það er ennþá bara getur verið global verkefni sem er bara tekið upp og það er bara ákveðnir menn sem hafa tekið það merki og lyft því upp öðru hvoru og við erum tilbúin að hjálpa þeim með það hvenær sem er. Og kannski aðeins að fá að bæta við í þessu umræðu varðandi bara ljósanáttina. Þeir eru ánægju aðnjótandi að fá að vera hér viðstaddur við athöfnin í Ráðhúsinu í dag, þar sem að fjöldi kjalla ljósanættir mætti og skrifaði undir samninga við bæinn, við bæjarstjóra að fjármagna ákveðna hluta ljósanættir. Það er auðvitað vel að fyrirtæki skuli standa við bakið á menningu og hátíðum eins og raun ber vitni og það eru greinilega, eins og Baldur sagði, hér uppalega fleira bætast í hópinn. Það er betra ástand í samfélaginu og ánægjulegt að menn skuli þá vera tilbúin til þess að leggja svona þessum samfélagsverkefnum okkar lið. Mjög ánægjulegt að verða vitni að því. En orðið er laust. Það er enginn sem að kveða þessu ljós, þeir sem samþykkja fundargerð menningarráðs. Hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að fundargerð eða línu númer 3 sem er fundargerð velferðarráðs frá 15. ágúst og alveg laust. Ísabjörn Kristinsson, Geirsson. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Ég ætla að gera hér að umtalsefni mínu félagslegt húsnæði sem er 3. liður í fundargerð velferðarráðs. Eins og við öll höfum
orðið vitni að hafa verið miklar umræður í samfélaginu félagslega húsnæðiskerfi sveitarfélagsins. Stundum er hún óvægin, stundum hefur hún verið ósanngjörn, stundum hefur hún verið á ósannindum reist. En sumt í umræðunni hefur átt sér stoð í raunveruleikann og þessi umræða hefur að vissu leyti verið holl og hún verður ennþá hollari fyrir okkur ef við getum tekið 2 skref áfram. Eins og kemur fram í fundargerðinni þá lagði ég fram þarna ákveðnar tillögur og ég ætla aðeins að reifa þetta mál hér fyrir ykkur og svona mína sýn á málið. Ég auðvitað vakti máls á þessu á fésbókarsíðu minni og urðu þar miklar umræður. Bæði blönduðu sér bæjarfulltrúar og nefndarmenn velferðarráðs í þá umræðu sem að urðu að fréttum á Víkurfréttum og sem og stuttu áður hafi bæjarstjóri ritað fínan og greinargóðan pistil á vef sveitarfélagsins. En til þess að ná aðeins utan þetta verkefni þá ritaði ég 13 spurningar og lagði fyrir sviðsstjóra velferðarsviðs og átti með henni góðan fund og svör hennar við flestum spurninga má finna hér í þessum inngangi í 3. lið í fundargerðinni sjálfri. Til að mynda býr sveitarfélagið vel, við búum gríðarlega vel kemur að fjölda félagslegra íbúða í eigu sveitarfélagsins, gríðarlega vel. En mér langar að skipta hérna umræðinu minni hér í þrenna kafla, ég verð engu að síður frekar fljótur með þá yfirferð, forseti. Í fyrsta lagi samspil velferðarsviðs og fasteigna Reykjanesbæjar sem að halda utan eignasafnið. Í öðru lagi almennar íbúðir og í þriðja lagi almennar íbúðir inn í kerfinu og í þriðja lagi íbúðir ætluðum öldruðum inn í kerfinu. En það kemur í ljós þegar að ég spyr út í hvernig eignasafnið er uppsett af því að það var kastað fram að við ættum 240 íbúðir sem er rétt. En hvers slags íbúðir eru það? Af því umræðan getur þetta ekki verið svo sama almennar félagslegar íbúðir og íbúðir sem eru ætluðum öldruðum eða íbúðir sem er ætluðum fötluðum. En það kemur í ljós þegar ég byrja að skoða þetta mál og skoða reglur samanburðarsveitarfélaga. Þegar ég tala samanburðarsveitarfélaga þá á ég við svona svipari stærð og með svipað magn af félagslegum húsnæði. Það er auðvitað ólíðandi að sveitarfélög eins og Garðabær og Seltjarnarnes sitji hjá þegar kemur að þessum málaflokki. Það er algjörlega óviðunandi og við höfum auðvitað að reyna að þrýsta á þau sveitarfélög að taka þátt í þessu verkefni. En samanburðarsveitarfélögin eru auðvitað Hafnarfjörður, Kópavogur, Akureyri og má segja að einhverju leyti Reykjavík því að þeir eru auðvitað stærsta sveitarfélagið og setja auðvitað svona fordæmisgefandi gildir varðar þetta sem og margt annað. En það kemur í ljós að sveitarfélagið Reykjanesbær er eina sveitarfélagið af samanburðarsveitarfélögunum þar sem að samband og samvinna velferðarsviðs sem að sér að úthluta félagslegu húsnæði og þeirra sem að halda utan eignirnar því að öll sveitarfélögin eru með sama form og við að það er fasteignafélag sem heldur utan eignasafnið. En alls staðar annars staðar nema í Reykjanesbæ er gott samstarf á milli félagslega þeirra sem að úthluta íbúðunum og þeirra sem að halda á eignunum. Hvað meina ég með því? Það er þannig að í lögum félagslega aðstoð sveitarfélaga kemur fram að velferðarnefnd hvers sveitarfélag sér að úthluta þessum íbúðum. En við höfum farið rétta leið sem á mörgum sveitarfélög að við höfum afsálað okkur þessu umboði til úthlutunarnefndar sem eru embættismenn og þeir eru algjörlega mínu viti rétt ákvörðun. En í flestum hinna sveitarfélagana sem erum að bera okkur saman við er fulltrúi úr fasteignafélaginu sem er áheyrnarfulltrúi inn í þessari nefnd og er þar með puttan á púlsinum hvað er í gangi og það er gott samstarf. Til að mynda, svo til viðbótar tel ég það hafi verið afturför. Bæjarfulltrúi Ingigerður Sæmundsdóttir var formaður velferðarnefndar og þegar hún var formaður velferðarnefndar þá átti hún sæti í stjórn fasteigna Reykjanesbæjar og þannig var tenging á milli þeirra sem halda utan eignasafnið og þeirra sem að sjá að útdeila íbúðunum og vita hver þörfin hvort það þurfa að breyta eignasafninu til þess að mæta ákveðinni þörf og þróun þeirra sem eru á biðlista. Þannig að ég lagði fram þá tillögu að breytingartillögur á reglum sveitarfélagsins að það verði skerpt á þessu samstarfi þeirra sem halda utan eignasafnið og þeirra sem sjá að deila þessum íbúðum.
Ég tel það framfara skref og einnig lagði fram þá tillögu að úthlutunarhópurinn sem að velferðarnefndin hefur afsalað sér umboðið til þess að úthluta íbúðunum leggi fram fundargerð til kynningar, ekki til staðfestingar eða fyrir okkur að hnýta í, heldur til kynningar fyrir velferðarnefnd líkt og er gert í Kópavogi og þar með er málið reglulega á dagskrá nefndarinnar, fagnefndarinnar sem á að taka þessi mál. Eitt í viðbótir var þennan lið að ég saknaði þess til dæmis að breytingar á leiguverði sem voru nauðsynlegar og réttmætar breytingar á leiguverði í félagslega húsnæðiskerfinu voru ekki lagðar fyrir fagnefndina til kynningar. Fagnefndin heyrði það út í bæ, það var lagt fyrir bæjarráð, en ef það er bara verið lagt til kynningar til þess að auka gegnsæi stjórnsýslunar og menn séu frekar með puttan á púlsinum hver staðan er í málaflokknum. Þetta er auðvitað flókin stjórnsýsla en ég er að leggja hérna til leiðir þannig að það getur verið betra flæði í stjórnsýslunni. Mér langar hér næst að ræða almennu íbúðirnar. Almennu félagslegu íbúðirnar eru 175. Það stendur í reglum Reykjanesbæjar virðulegur forseti, líta ber á leigu í félagslegu leiguhúsnæði fasteigna Reykjanesbæjar sem tímabundna úrlausn húsnæðismála. Tilvitnun lýkur. Að mínum dómi er þarna verið að segja að félagslega leiguhúsnæðiskerfið í flestum tilfellum, það eru ekkert að alhæfa, á að vera viðkomustaður en ekki áfangastaður. Þegar að fólk hrasar, þegar að fólk lendir í áföllum eða einhverjum skakkaföllum í sínu lífi, þá á þetta kerfi að vera kerfi sem að grípur þig, vinnur með þér á jafnréttisgrundvelli, aðstoða þig að koma þér aftur undir fæturnar til þess að halda áfram á almennan markað eða að kaupa eign. Ég held að við þessi velferðarnefnd sem hefur starfað gríðarlega vel saman allt kjörtímabilið eigi svolítið að taka vinnuna hvernig við unnum fjárhagsaðstoðina til fyrirmyndar. Þessi velferðarnefnd sem nú starfar undir forystu Elvu Hrund, fulltrúa Samfylkingarinnar, tók fjárhagsaðstoðina í upphafi kjörtímabils árið 2014. Í maí voru 250 aðilar sem þáðu fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Við lögðum það til, nefndin í heild, að við færum að vinna með fólki hverju og einu að koma því í virkni, til dæmis virkniúrræði hjá VIRK, til dæmis í geðteymi hjá HSS og svo framvegis, að reyna að koma fólki aftur á fætur, reyna að koma fólki aftur út í samfélagið, út á vinnumarkaðinn og auðvitað hjálpaði breytingin á vinnumarkaði þessu, en það var mikilvægt að fara í þetta mál og vinna það með hverjum og einum. Ég held að við þurfum að gera slíkt hið sama í félagslega húsnæðiskerfinu. Auðvitað er fólk, einhverjir aðilar sem eru komnir til að vera í félagslega húsnæðiskerfinu. En reglurnar segja að þetta eigi að líta ber á félagslegt húsnæði sem tímabundna lausn. Þá spyr ég, ef að líta ber á félagslegt húsnæði sem tímabundna úrlausn, af hverju gerum við þá ótímabundna samninga? Af hverju gerum við ótímabundna samninga í kerfi sem á að líta ber á sem tímabundna lausn? Því lagði ég til eftirfarandi reglubreytingu sem er að finna í reglum Hafnarfjarðar og samsvarar og hljómar mjög vel við þá vinnu sem við fórum í varðandi fjárhagsaðstoðina. Með leyfi forseta. Almennar leiguíbúðir eru hugsaðar sem tímabundið úrræði fyrir fólki í húsnæðiserfiðleikum. Við gerð hvers leigusamnings skal því gera skriflega áætlun hve langan tíma leigutaki þarf á aðstoð að halda, áður en hann getur flutt í eigin íbúð eða leigt á almennum markaði. Ráðgjafar félagsþjónustunnar í Reykjanesbæ vinna slíka áætlun í samvinnu við væntanlegan leigutaka. Tilvitnun lýkur. Þarna værum við að vinna með hverjum og einum að áætlun. Áætlun eins er ekki svo sama og áætlun annars. Til dæmis getum við verið með aðila A sem er með þann draum og þá áætlun að fara út á almennan leigumarkað. Við getum verið með aðila B sem þráir það að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Fjárhagslegt sjálfstæði, hvað meina með því? Að við getum lent í einhvern skakkaföllum því að það er raunverulega fólk sem á gríðarlega sárt að binda í kerfinu og kann að vera að það þurfi jafnvel að setja sig markmið að koma sér upp varasjóð. Og í framhaldinu af þessu myndi þá koma þessi breyting með leyfi forseta. Leigusamningur skal gerður til 6 mánaða upphafi og síðan í samræmi við áætlun þá sem fjölskylduþjónustan hefur gert í samvinnu við leigutaka að jafnaði ekki til lengri tíma en 2 ára í senn. Tilvitnun lýkur. Þarna eru þá minnstakosti að vinna eftir því að þetta sé tímabundin úrlausn.
því að það ekki hægt að saka okkur það að við eigum ekki stórt eignasafn. Við eigum stórt eignasafn. En við þurfum að passa það að þeir sem inni í kerfinu séu þeir sem raunverulega þurfa á því að halda. Og í lokin á þessari yfirferð, virðulegur forseti, langar mér að vekja máls á því að Reykjanesbær eina sveitarfélagið af þessum samanburðarsveitarfélögum sem ég minni á að var Hafnarfjörður, Kópavogur, Reykjavík og Akureyri sem að fer yfir þá sem eru inni í kerfinu á 3 ára fresti. Öll hin sveitarfélögin gera það einu sinni á ári. Kanna það hvort að þeir sem leigjendur inni í kerfinu standist þau viðmið sem þarf að uppfylla til þess að vera inni í kerfinu. Þannig að ég lagði það til að það yrði gert á ársgrundvelli líkt og hjá öðrum sveitarfélögum. Af því að hlutinni geta breyst. Svo kom það upp úr krafsinu að við höfum verið að selja eignir út úr kerfinu til þeirra sem að standast ekki lengur viðmiðin. Höfum boðið þeim að kaupa eignirnar sem vel. Ég styð þá þróun, en utan það þurfa auðvitað að vera skriflega reglur. Þannig að ég lagði til að sviðsstjórinn færi í samvinnu við fasteignir Reykjanesbæjar og myndi skoða hvernig þetta gert í Kópavogi. Þeir samþykktu reglur í bæjarstjórn 17. febrúar þessa árs það að ef þú stenst ekki lengur viðmiðin að þá býðst þér að kaupa eignina og sveitarfélagið lánaðir 15% í eigninni og það er skemmst frá því að segja að ég ræddi við formann velferðarnefndar Kópavogs núna nýverið og það búið að selja frá febrúar 2017 5 eða 6 eignir út úr kerfinu og það er pólitísk ákvörðun þeirra að kaupa nýjar eignir inn í kerfið og þannig að hjálpa þeim sem eru í brýnni þörf. Alveg núna í lokin, virðulegur forseti, ég skal lofa þér því, að þá kom það mér pínulítið á óvart þegar ég lagði þessa spurninga fyrir sviðsstjórann að sveitarfélagið á 39 íbúðir sem eru ætlaðar öldruðum en eru hlutdeildareignar íbúðir. Fólk þarf að leggja 15% hlut annars vegar eða 30% hlut hins vegar og borga svo leiguverð inn í kerfið. Forsaga málsins auðvitað svo, þetta er gömul ákvörðun að þarna ef ég skil rétt á þessum tíma þegar það var farið í þetta þá fékk sveitarfélagið betri lánakjör heldur en aðrir og þess vegna fór sveitarfélagið í þetta. Þetta er falleg hugsun. Ef ég verð svo heppinn að ná þeim aldrei að fá að eldast, að þá langar mig að geta selt mína íbúð, mitt parhús eða raðhús og farið inn í svona samfélag, 20 íbúða samfélag, spjalla við kallan á göngunum, borga pínulítið fyrir það, borgað leigu, en ég efa það, ekkert efa það. Það er mín skoðun að það er ekki hlutverk sveitarfélagsins að koma þarna inn fyrir fólk sem raunverulega á peninga, því að það er þannig í kerfinu í dag að ég er ekki að alhæfa það, en það er fólkin í kerfinu í dag sem hefur selt íbúðirnar sínar, selt parhúsin sín og eru inn í þessu kerfi. Og það er að mínum dómi ekki hlutverk sveitarfélagsins að aðstoða fólk sem á peninga, við að búa til umhverfi, þannig að fólk getur vaxið og dafnað, en að bjóða upp á félagslegt húsnæði fyrir fólk sem raunverulega á pening til að leggja inn í hlutdeildar íbúð. Ég held að við sem á röngri leið þarna og þetta er mjög gamalt mál, en það þarf auðvitað pólitískt þor og kjark að skera upp þetta kerfi. Ef að menn eru tilbúnir að leggja í þá vinnu, þá er ég on board ef ég má sleppa. Takk fyrir þetta. Voruð þið laust? Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarstjórar og gestir. Ég ætla aðeins að koma inn í þessu umræðu. Ég ætla að þakka Ísak fyrir þessa umræðu sem hann byrjar hérna. Ég skil og eins og ég skil rétt þá vill hann bæta verkferla og vinnu við úthlutun íbúða hér í Reykjanesbæ og endurskoða kerfi innan frá og tek ég vel undir það. En það er þó ýmislegt í þessu sem kannski ég er ekki alveg sammála en kannski aðeins velta þessi hérna upp. Fyrst og lagi að fjölgun íbúa í Reykjanesbæ á síðustu 18 mánuðum var um 2000 manns sem gerir það að verkum að
þörfar fyrir auki húsnæði sem ekki var til staðar. Auk þess að fasteignaaðilar sem hefur keypt íbúðir ætla að leigja fólk íbúðir hefur ákveðið að selja íbúðirnar og hefur byrjað að segja upp leigusamningum. Einnig á sama tíma hafa fjöldamargir aðilar komið inn á markaðinn í svokölluðu Airbnb og lætur nærri að setja 100 aðilar skráðir með Airbnb sem ekki var til staðar fyrir örfáum árum. Þannig að markaðurinn er þröngur og fólk sem ekki getur keypt við verð í Airbnb eða keypt sér eignir lendir hugsanlega á götunni. Þetta er auðvitað ótrúlegur tími sem við erum að upplifa að þessi mikla fjölgun íbúða á svæðinu og kalla á þessi nýja lausnir í þessum málum. Það er líka merkilegt að þegar við tölum Garðabæ og Seltjarnarnes þá höfum við líka getað að tala það í náumhverfinu okkar að Grindavík, Garður, Sandgerði eru fjarri því nálægt okkur í hlutfalli í félagslegum eignum, langt frá. Og það er sama og gerist á Akureyri að það er eins og að fólk fari frá sveitarfélögunum í kring og fari inn í stærra sveitarfélag, það gerist á Akureyri, þeir eru miklum erfiðleikum með þetta og það sama gerist í okkur hérna í Reykjanesbæ. Og auðvitað er þetta alltaf spurning hversu langt hvenær við að stoppa og hversu langt að ganga. Ég reyndar ánægður með það að við skulum hafa tvískipt kerfi, annars vegar úthlutun íbúða og annars vegar rekstur eignanna. Á síðastliðnum 12 árum höfum við tapað 1,5 milljarði í rekstri félagslega húsnæðiskerfisins. Ég hefði náttúrulega viljað sjá kannski Ísak sem er mikill áhugamaður um þetta mál og komið kannski einhverjar velta upp hugmyndum hvernig við getum bætt reksturinn í þessu. Ég veit að hann er sammála hækkun á leiguverðinu sem við fórum í gang með núna nýlega. Leiguverð í félagslega kerfinu okkur er 30% lægra heldur en markaðurinn er í dag og sumum tilfellum rúmlega það sem er skynsamlegt. Og það er ljóst að til þess að ná utan um reksturinn þá þurfum við að herða okkur mjög vel. Það sem ég aftur á móti er ekki sammála Ísaki er að fagnefndin eins og var í gamla daga var pólitísk úthlutun. Og hann opnar kannski aðeins gátt þar vegna þess að það voru pólitískar úthlutanir hérna í gegnum tíðina og ég ætla ekki að kenna einum eða öðrum það, en þannig var það bara. Þess vegna er þetta kerfi sem hann nefndi hjá öldruðum breyttist það úr því að vera 90 ára lán eða 75 ára lán að lágum vöxtum að allt í einu gátu hver sem var keypt sér í kerfið. Það er málið. Þannig að breyttist hægt og rólega yfir í eitthvað annað en það átti að vera. Og ég fagna því að Ísak skuli taka það upp hérna þetta mál því að við þurfum að breyta þessu og ég hjartanlega sammála honum með það. Ég tel nauðsynlegt að við stækkum kerfið okkar innanfrá. Við kaupum þær eignir sem eru í kauplegu núna, með kauprétt og hægt og rólega að þegar það er losna að þá leysir það til okkar og þannig stækkum við og það getur verið 2-3% ári næsta ári. Það er hagkvæmasta leiðin okkar og ódýrasta leiðin og þannig getum við tryggt félagslega íbúðir fyrir aldraða. Það er nefnilega þannig, sem kannski Ísak gleymdi að nefna, að það eru margir aldraðir sem þurfa félagslega íbúð. Og þegar við skoðum nánar íbúðar sem eru í okkar eigu, þá lætur nærri að félagslegi hlutin eru við 200 íbúðir. Því að fólk sem þar er þarfnast aðstoð. Þannig að margir aldraðir þurfa félagslegar íbúðir. Og með því að stækka svona innanfrá, að þá held ég að það sé hagkvæmasta og fljótlegasta leiðin fyrir okkur, sérstaklega þegar markaðurinn er svo erfið eins og er í dag. Við munum, það er nefnd að störfum núna, allra flokka nýja húsnæðisstefnu, sem fundar núna eftir hálfan mánuð og þar munum við leggja fram drög að nýrri stefnu sem verður vonandi samþykkt núna á haustmánuðum í sátt og samlyndi allra. Ég held að það er búið að vera góð vinna í því og ég er sannfærður það að við finnum lendingu. Eitt aðal vandamálið í félagslega kerfinu er íbúðaskipti. Það er langdýrasti einstaki kostnaðurinn í kerfinu. Það er að segja að við losum íbúð, eitthvað fyrir út og eitthvað annað kemur inn. Það hefur sýnt sig að vera langdýrasti kostnaðurinn í rekstrinum.
Þess vegna held ég að menn hafi farið út úr þessari tímabundnu hugsun, þó að kerfið í sjálfu sér eigi að vera þar og er sammála Ísak það. 6 mánaða tímabil dugar ekki til þess að við erum með skólatímabil sem er 9 mánuðir. Og tekjur einhvers hækka á 6 mánuðir, það kemur ekki fram í skattframtali, það þarf að vera lengra tímabil sem við höfum í þessu og ég myndi halda að 2 ár var eitthvað sem væri viðmiðun 23 ár. 6 mánuðir er allt á lítið. Það er líka annað sem gleymast stundum í þessu sambandi að hæsta hlutfall öryrkja á Íslandi er á okkar svæði. Hæsta hlutfall öryrkja er á þessu svæði. Sem gerir það að við erum kannski með fastari kjarna í kerfinu heldur en víðast annars staðar. Og það stafar meðal annars af því að þegar kvótinn fór og fiskihúsin lokuðu, þá var mikið af konum sem misstu vinnuna og margar þeirra enduðu inn í öryrkjakerfinu hjá okkur. Og við höfum séð það þegar við skoðum lífeyrissjóðina hérna í samanburði við aðra lífeyrissjóða á Íslandi, þá er það langhæst hérna. Það gerir það að verkum að þetta er dálítið mikill fasti hjá okkur. Það er líka gott að vita til þess að lífeyrissjóðir eru í samstarfi við VIRK og við MSN og það eru lífeyrissjóðir sem kosta að hluta til það verk sem er erfitt að koma öryrkjum aftur á fætur og til starfa. Og við höfum unnið mikið með VIRK og það er einmitt verkfallshreyfingin og lífeyrissjóðin sem kosta það. Varðandi endurskoðun fjármála einstaklinga, þá vil ég að það komi fram hérna að það var nýverið sem það var gert í fyrsta skipti í mörg ár. Það hefði ekki verið gert hérna í Reykjanesbæ í fjöldamörg ár þegar við tókum við. Ekki 3 ár, heldur mörg ár. Að safna saman í mörg ár skuldir vegna atvinnuástand sem hérna var, ástand sem var einstakt á landsvísu og fólk missti vinnuna og það var engin möguleiki á þessum tíma að ætla að fara að henda fólki út úr íbúð. Það var bara ekki hægt. Aftur á móti fór þessi endurskoðun í gegn fyrir tæplega 3 árum síðan og þá kom í ljós að það var lítill minnihluti sem hafði tekjur sem voru yfir mörkunum. Þess vegna var þeim íbúðum gefum svo kostur að kaupa eignina sem betur fer gekk eftir. Ég vil líka kannski nefna það hérna að ég tek undir það sem Ísak nefndi með verkferlana að við þurfum að endurskoða þá reglulega en við þurfum að hafa þetta algjörlega aðskilið rekstur húsnæðisins og er því ekki sammála því að aðilavegi séu í stjórn almennra íbúða. Fagmennskan hver þarf íbúð og hvernig best sé að hjálpa viðkomandi aðilum finnst mér eiga að tilheyra á velferðarsviðinu en eignirnar eiga að vera í sérstöku félagi það sem fyrst og fremst gengur út á að reka eignirnar almennilega. Það sýnir sig bara að það er eina leiðin fyrir okkur til að reyna að takmarka tap Reykjanesbæjar á verkefninu. Og ég vil ekki fara í hina áttina þó ég veit að Ísak sé ekki að meina það að þetta verður pólitískar úthlutanir, ég vil helst ekki að það fari þangað þess vegna. Það er líka spurning hjá okkur, eigum við að reyna að hafa áhrif á almenna markaðinn? Er það hlutverk okkar að takmarka fjölgun leiguíbúða í bæjarfélaginu? Eigum við að taka það skref að segja ekki fleiri Airbnb eins og sum sveitarfélög hafa verið að gera? Eigum við að fara þá leið? Ég held að það sé mjög hæpið að fara þá leið. Við getum ekki sagt einhverjum að leigja ekki íbúðuna sína eða húsið sitt. En þegar heilu húsin eru farin að vera í þessu, þá liggur náttúrulega mikilvægast að aðilar vinni til reglur sem gilda og borgi á skatta sem þar eru. Mér finnst svona almennt að við þurfum að taka þessu umræðu mjög vitrænt. Það gengur ekki að eitt sveitafélag standi alltaf í stórræðum í þessu og fá yfir sig læti og fólk tala síðan ekki önnur sveitafélag sem eru með margfalt minna félagslegt húsnæði heldur en við erum með.
Í lokin þá vil ég segja það að ég þakka Ísaki fyrir þessu umræðu, Ísak. Ég held að við höfum stundum að vinna þetta meira í sátt og samlyndi og í rólegheitum og ekki fjölmiðlum. Ég held að það sé skynsamlegast. Og þetta er mjög viðkvæmur markaður. Og ég vil minna á að þegar við ræddum réttindi fólks í Reykjanesbæ að þá voru ekki allir sammála því að allir íbúar hefðu sömu réttindi. Sumir vildu takmarka það við ár og nokkur ár að fólk fengi ekki sömu réttindi öll sömul í þessu sveitarfélagi. Við aftur á móti, eins og allir vita, það er þannig í þessu sveitarfélagi að það fá allir sama rétt til að koma í bæjarfélagi. Þannig að við þurfum að vanda okkur í þessari umræðu og ég ætla samt sem áður að þakka Ísaki fyrir þessu umræðu og hún er góð og vonandi náum við að koma með húsnæðisstefnu sem allir verða sáttir við. Ísak, hvernig gerir svo? Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil þakka formanni bæjarráðs fyrir hans ræðu og innleggi í þessa umræðu og hann tíundar mikið hann sé sammála mér en svo gagnrýna það. Ég ætla nú bara að byrja á því að svara þessari síðustu setningu hans að allir sem að búa, það sé skoðun og ákvörðun núverandi meirihluta að allir sem að búa í sveitarfélaginu eigi sama rétt, sama hversu lengi hann er búinn að búa. Ég vona að bæjarfulltrúi Friðjón hlusti núna. Umsóknarréttur er bundinn eftirfarandi skilyrðum. Liður A. Þetta eru reglur félagslegt húsnæði. A-liður. Umsækjandi hafi átt lögheimili og aðsetur í Reykjanesbæ í að minnsta kosti 12 mánuði áður en umsókn berst. Tilvitnun lýkur. Þannig að við þurfum ekki að ræða það meira að það sé stefna núverandi meirihluta að allir íbúar Reykjanesbæjar eigi rétt á allri sömu þjónustu. En bæjarfulltrúi Friðjón var bara með ágætis innlegg og ég held að þessi umræða sé mikilvæg. Hann kom nú inn á það í grófum dráttum að það situr nú enginn með hendur í skauti sér en samt er þetta allt svo erfitt. Okkur hefur fjölgað 2000 á síðastliðnum 18 mánuði. Það er þannig að fyrir 2 árum síðan ef ég man rétt að þá var góður íbúi hér í bæ sem að gekk bæinn og tók ljósmyndir af tómum íbúðum og sett á netið. Það var viðfangsefni stjórnmálamannanna þá að koma fólki og lífi í þessar íbúðir og lífi í atvinnulífið. Nú er viðfangsefni stjórnmálanna annað. Þannig að það eru til tvenns konar stjórnendur, segir að stjórnunarfræðin. Þeir sem að skýra og þeir sem að stýra. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við skoðum alla þessa verkferla og tryggjum það að minnsta kosti af því að nægt er af íbúðum inn í þessu safni. Við höfum alveg gríðarlega mikið af íbúðum í samanborið við önnur sveitarfélög. Að við tryggjum það að þeir sem að eru inn í kerfinu séu svo sannarlega þeir sem að á því þurfa að halda og nú ekki að gera lítið úr einum eða neinum en við erum að tryggja það að inn í kerfinu séu þeir sem að þurfa svo sannarlega á því að halda svo ég ítrykki það. Friðjón spyr mig og hefur áhugað því að heyra tillögu frá mér varðandi bættan rekstur. Ég kom inn á það hérna áðan að það er auðvitað svo að ég er ekki í því félagi sem að stýra rekstrinum og það er auðvitað óviðunandi að það skulle hafa verið hallareksturinn í þessu kerfi upp á 1600 milljónir síðan 1998 eða 1999. Að uppsafnaður halli þessa félags skulle verið 1600 milljónir. Það er auðvitað félagslega aðstoð sem að ættu auðvitað frekar heima inn á velferðarsviði en ekki inn í þessu kerfi. Ég er algjörlega sammála því. Og þessi hækkun leigu, ég hef nú bara viljað að það hefði lagt fyrir nefndina til kynningar. Af því að það er ekki eins og þetta sé ekki sama í vasin. Á endanum er þetta sami í vasin. Þetta er sama sveitarfélagi. Þeir sem að eiga þessar eignir og þeir sem að útdeila þeim. Þannig að ég nú bara gagnrýna það að það skuli ekki vera meira samstarf á milli. Þeir sem eru í stjórn fasteignafélagsins eiga auðvitað að reka þessar fasteignir og hafa það arðbært að minnsta kosti sem ekki borga með því. Og þeir sem eru að vinna á velferðarsviðinu að sjá til þess að það séu réttir aðilar inn í húsnæðiskerfinu en þá ekki vera klippt og skorið þarna á milli. Það hlýtur að vera meira samstarf og ég er bara að leggja það til að fulltrúi, hvort sem að það sé framkvæmdastjóri félagsins, embættismaður eða formaður nefndarinnar, formaður stjórnar fasteigna Reykjanesbæjar sé áheyrnar fulltrúi inn í úthlutunarhópnum. Þannig að sé að minnsta kosti eða inn í þessum húsnæðishópi sem á þetta líka að ræða það hver staðan á markaðurum er, fyrirhuguð þróun á þessa. Ekki bara að segja já eða nei, Pétur eða Páll.
Þannig að ég nú bara að segja að þetta sé að minnstakosti leið til þess að láta þessi kerfi að minnstakosti ná að vera smá skörun, að þeir ná að vinna örlítið saman. Ég er alls ekki og vil alls ekki að það sé pólitískar úthlutanir eða pólitískir fulltrúar komi nálægt því að útdeila félagslegum íbúðum. En það hefur að minnstakosti sýnt sig að þetta hefur ekki verið í umræðunni. Meirihluti velferðarnefndar kom að minnstakosti ekki undirbúinn með tillögur eða hugmyndir eða yfirferð hvað er búið að gangi í þessum málum og þessum málaflokki. Einu tillögurnar umræðan var frá minnihlutanum, en ég vil ekki tala um minni og meirihluta. Af því að bæjarfulltrúi Friðjón kom inn á þetta að það sæti nú enginn með hendur í skauti sér. Að þá er nú bara að leggja það til að fundagerðin sé lögð fram til kynningar á fundin til þess að þetta sé það minnstakosti í umræðinni og á borðinu til þess að ræða. Það sé ekki ástfóðungslega að þá, samkvæmt reglunum, ástfóðungslega á sviðsstjórnina nefna það hversu margir á biðlista. Það er bara ein tala. Það veit enginn. Ég efast að bæjarfulltrúar áttu sig á því hversu margar endurúthlutanir eru á ári í félaginu. Það eru sárafáar. Og það er umræða. Er það eðlilegt að þetta sé endastöð en ekki viðkomstaður? Þannig að mér finnst bara eðlilegt að við hjálpum þeim sem þurfa svo sannarlega á aðstoð að halda og við eigum öflugt kerfi. Virðulegur forseti, að lokum varðandi leigutímann, 6 mánuðir, það er bara samúr reglunum, það er bara samúr almennum markaði, það er 6 mánuðir til reynslu til að byrja með og svo er ótímabundinn samningur í reglunum í dag. Ég legg til að séu 6 mánuðir til reynslu, að menn gangi vel íbúðirnar, að leigjendur skuli borgi og svo í framhaldinu sé gerður leigusamningur sem tekur mið af, hvort það sé 2 ár, 3 ár eða 4 ár hámarkið, þetta var tillaga, að það sé gerður leigusamningur sem miðar að einhverju plani, að einhverju áætlun. Ég var ekki að lokum, virðulegur forseti, ég var ekki að gagnrýna það að það væri að við ættum ekki að vera með íbúð fyrir aldraða. Ég geri mér grein og ég veit fyrir þeirri gríðarlegu miklu þörf fyrir félagslegt húsnæði fyrir aldraða, en ég spyr mig hvort að það eigi að vera hlutdeildar íbúðir, hvort að núverandi samsetning eignasafnsins sé rétt til þess að ná því fram sem að kerfinu er ætlað að ná fram. En ég þakka fyrir umræðuna, þetta er auðvitað viðkvæmt mál en það þarf pólitískt þor og kjark til að gera breytingar á þessu kerfi. Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarfulltrúi Ísak veit nákvæmlega hvað ég var að tala þegar ég talaði réttindi til íbúa. Ég ætla ekki að fara nánar til það, en sko, það er eitt að vera hávaðasamur í fjölmiðlum eða á Facebook og tala það að allt sé í steik og niðurstaðan út af því er svo að bæta innri verkferla. Hvað ætlar þá Ísak að segja við allt fólki sem vantar íbúðir? Hvað tillögur hefur hann við þær konur sem hafa verið í vandræðum? Er það að segja hinum sem er í kerfinu að þeir fái bara 6 mánuði og þeir gangi ekki vel eða borgi ekki þá fara á götuna? Er það sem hann er að hugsa? Er það lausnin á markaðnum að losa sig við fólk út úr kerfinu þannig að aðrir komist inn? Ég átta mig ekki alveg á að taka upp þessa umræðu að því að eðlileg og er ég hjartanlega sammála því að það er alltaf að endurskoða verkferla en ef bæjarfulltrúi Ísak heldur að það sé svo einfalt að endurfræða og hjálpa fólki þannig að það geti staðið undir leigu á almennum markaði að kaupa húsnæði að það taki 6 eða 8 mánuði, þá held ég að þurfi bara að fara að fræðast betur það, klárlega. Ég er ekki sammála honum að þessu leyti og tel að það þurfi mun lengri tíma og þannig að bara það kom alveg skýrt hérna. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, það er ánægilegt þegar maður svona hlustar á 2 ræður og maður er svona nokkuð sammála þeim báðum, svo fer einhvern veginn að harðna í umræðinu og þá
þá hleypur einhver pólitík í þetta. Ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir, og gerum það öll, að við erum það sveitarfélag sem hefur hlutfallslega hvað flesta íbúa í félagslegu húsnæði og við höfum staðið okkur mjög vel í því. Þegar að fjölgar ört eins og hefur gert, þá ekkert óeðlilegt að í þeim hópi séu aðilar sem að sækja og eiga rétt á að fá félagslegt húsnæði. Og þá auðvitað vandi á höndum, fjölmiðlar hlaupa fram eins og þau gerðu, lýsa stöðu einstaklinga sem að komast ekki að í félagslega kerfinu og það gert mikið úr þessu. Og það í sjálfu sér mjög ósanngjarnt gagnvart okkar sveitarfélagi því að við vitum hver staðan hjá öðrum sveitarfélagum sem að komast upp með allt annað án þess að það sé í fjölmiðlum. En það nú bara fjölmiðla umræða. Það nú bara þetta fár sem oft og við megum ekkert fara á límingunum þó að þetta komi fram svona þessar athugasemdir. En þetta verður þó til þess að menn fara svona íta á kerfið og skoða kerfið. Og mér finnst það ábendingar sem að bæjarfulltrúi Ísak Ernir hefur komið með bara virkilega sterkar og góðar. Og ég fann það að formaður bæjarráðs, bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson var því sammála þó að þessi svona einhver smá skot eitthvað sem ekki passi inn í þetta. Ég bara tel að þetta sé virkilega góður tími til þess að fara yfir þessi mál, fara í gegnum verkferlana. Ég held við hljótum öll að vera sammála það. Það hægt að fara í gegnum þessa verkferla. Þessi 6 mánaða tími, við skulum ekki neitt að fara að snúa út úr með það. Það bara eðlilegt að það sé svona upphafstími til að kanna hvernig íbúinn standi sig í húsnæðinu og síðan séu gerðir samningar. Það mjög góð ábending að taka húsnæðiskerfi, félagslega húsnæðiskerfi, alveg eins og fjárhagsaðstoð þar sem við setjum upp ákveðin samning á milli fjárhagsaðstoðarþega og félagslega kerfisins þar sem við erum að undirbúa menn til þess að komast út í lífið, komast úr þessu velferðarneti sem að menn hafa mögulega fallið í. En á sama hátt hljótum við að geta gert með húsnæði, að við séum að líta á félagslega húsnæðiskerfi sem eina leið til þess að hjálpa fólki tímabundið og vonandi að sem flestir séu þá tímabundið í því og það þýðir að veltan verður meiri og fleiri komast fyrr að. Og það það sem ég held nú að sé kjarninn í því sem að Ísak var hér að nefna og ég veit að Friðjón okkur hjartanlega sammála. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég ætla nú ekki að blanda mér í mikið þessu umræðu. Ég vil hins vegar bara til að það komi skýrt fram að því að menn að tala hér og út á í almennri umræðu að það sé búið að vera að selja einhvern tiltekinn fjölda íbúða úr þessu kerfi og að þær eru 4 sem hafa verið seldar út úr kerfinu og gert í kjölfar annars vegar þessara skoðunar sem að hér var nefnd áðan og framkvæmt var árið 2015 þar sem að kanna var hvort að allir þeir sem í félagslega kerfinu væru enn undir þeim kvörðum og mörkum sem að kerfi gerir ráð fyrir að fólk sé og þá kom í ljós að það voru einhverjir sem voru það ekki og einhverjir þeir eru fluttir út úr íbúðum og 2 slíkar íbúðir voru seldar. Það voru 2 íbúðir sem að íbúarnir keyptu og síðan voru aðrar 2 íbúðir seldar vegna þess að þær voru óhagstæðar í rekstri. Eða í öðrum tilfellum var íbúðs eða réttara sagt parhús eða hvort það var raðhús sem var bara orðið stórt fyrir fjölskylduna sem hafði einhvern tíma verið stærri og var núna orðið minni og þeir sem þá verið leigjendur þeir höfðu ekki tök á að kaupa húsið og það var bara selt á almennu markaði og svo var einhver íbúð sem var annar staðar sem var óhagstæð í rekstri og áhugi fyrir að kaupa og við settum á almennu markaði og fengum bara mjög sanngjarnt verð. Þannig að þetta eru 4 eignir, 2 seldar íbúðum og 2 á almennu markaði. Kristján Jakobsson. Forseti. Í niðurlagi
þriðja liðar í fundargerð velferðarráðs er sagt að Ísak Ernir hafi lagt fram hugmyndir af tillögum endurskoðun á reglum varðandi félagslegt húsnæðiskerfi sem Hera Ósk sviðsstjóri mun vinna áfram og leggja fram á næsta fundi velferðarráðs. Ég held að það segja allt sem hann segja þurfi og ég held að verði kannski pólitísk lausn á því sem að verður ekki fundin hér, heldur í velferðarráði og í þeim reglum. En út af orðum Friðjóns áðan að það sé í mótun húsnæðisstefna Reykjanesbæjar, þar sem að allir flokkar koma að. Ég hef aldrei fengið ávinningu það að fulltrúi okkar framsóknarmanna væri þar í. Er einhver annar sem fær fundarboðið í þessa nefnd eða er framsóknarflokkurinn ekki flokkur innan bæjarapparatsins? Friðjón, viltu svara þessu? Forseti, ákveð bæjarráð, ég ætla að beðast afsökunar á þessu orði mínu. Það er rétt hjá Kristni, bæjarráð skipaði 2 fulltrúa í húsnæðisnefnd með framkvæmdastjóra félagslega kerfisins og formanni þess. Framsóknarflokkurinn var ekki að þessu. Fyrst afsökunar. Haldur Guðmundsson. Já, forseti, góðir fulltrúar, gestir. Ég ætla bara að byrja á að þakka Ísak fyrir þessa fínu yfirferð, ágætis umræðu punkta. En þetta er ekki bara punktar, hann hefur lagst okkur vel yfir þetta og það er oft ágætt í svona stefnumótun og við stjórnum að menn taki stöðuna, kíki í kringu sig, hvernig þetta unnið, hvernig erum við að vinna þetta. Það er svona fyrst og fremst allavega það sem eins og ég heyra þetta, það sem hann er að leggja fram. Þannig að mér finnst ansi bratt að skamma svo fyrir það að vera ekki með lausnir. Bara núna 10 mínútur seinna. Þetta er bara stöðumatið, þannig að leggja það fyrir nefndina að vinna þetta áfram. Þetta er snúið mál. Við höfum verið í erfiðleikum hérna. Það hefur mætt mikið á félagslega kerfinu, ekki bara í þessum útlegum, heldur líka framfærslan og fleira sem hefur mætt á okkur. Og við höfum þurft að greiða með þessu kerfi. Það er verið að taka á því. Ég held að bæjarráð hafi verið að samþykkja daginn að það myndi vera tekið á leiguverði og jafna þann leig. Það er alveg eðlilegt að það sé líka skoða hverjir fá úthlutað. Það getur líka vel verið að þarna séu menn sem eru komnir til frambúðir, eru jafnvel ættu ekki að vera á okkar vegum, heldur kannski öryrkjabandalagsins. Það er alveg möguleiki að það sé. Svo alltaf þurfum við að skoða eins og Friðjónefni, það er verið að húsnæðisnefnd á störfum. Við þurfum líka að skoða það, hvernig bregðumstu við ef við ætlum ekki að setja upp kvótakerfi eða auknar álögur á gistingu og þess háttar. Hvernig ætlum við að vinna út úr þessu? Hvernig ætlum við að stýra þessu? Ætlum við að hvetja fleiri hótelreikendur til að opna hótel til að minnka álagið á heimagistinguna eða ætlum við að setja þar ákveðið hverfi þar sem það má ekki vera gisting. Ég er ekkert með þessar lausnir. Mér finnst það bara að vera það sem að Ísak leggur hérna fram. Þetta er bara fyrsta skref í að skoða þennan hluta af húsnæðisvandanum. Síðan bara höldum við áfram að vinna á og vonandi öll saman. Takk. Það getur bæjarfulltrúar ætla aðeins að fá að leggja á því verk. Ég er búinn að vera að reyna að standa upp nokkur sinnum en það hafa aðrir vilja tjá sig þetta, en það er þetta mikilvægt viðfangsefni fyrir bæjarstjórn að vinna með og skiptir marga íbúa miklu máli. Þegar maður horfir á þessar tölur, 239 íbúðir samtals í kerfinu, en það eru 163 einstaklingar á biðlista.
Þá spyr maður, er kerfið nógu stórt? Er það nógu gott? Bursið frá því hvað er að gerast í öðru sveitarfélögum. Ef það eru 163 á biðlista, er þá ástandið í lagi? Ég held að það mætti alveg velta því fyrir sér. Og við vitum að ástandið er bara mjög bagalegt hér á suðvesturhorninu og þá spyr maður, er bara Ísland í lagi hvað þennan málaflokk varðar? Hvernig við höfum hagað okkur í uppbyggingu á leiguhúsnæði er auðvitað talsvert sérstakt og núna erum við að upplifa það eftir hrun að Íbúðalánasjóður seldi frá sér eignir sem að fólk bjó inn í stór hagnaðardrifin leigufélög sem hafa hækkað hér leigu upp úr öllu valdi sem hefur gert það að verkum að fólk hefur hraklast út úr fyrrverandi eignum sínum og leitað á náðir sveitarfélaga. Við sjáum talsvert annað fyrirkomulag í Evrópu, í kringum okkur. Og að því að menn eru nú að tala þessar kaupréttaríbúðir, þá þekkjast þær á Norðurlöndunum. Menn eru með svokallaðan insats. Og gömlu sjálfstæðismennir í Keflavík, þeir voru hrifnir af þessu og ég held að ég geti bara alveg tekið undir það. Að þetta á alveg fullan rétt á sér. Það er spurning hvort að ég að leggja áherslu á svona hluti núna þegar ástandið er svona slæmt. En ég held að bara íslenskur húsnæðismarkaður þarf endurskoðunar við, alveg frá byrjun til enda. Ekki bara þetta félagslega leiguhúsnæði sem við erum að tala hér í þessum bæ. Verkalýðshreyfingin samdi þá í kjarasamningunum 2015 að menn myndu byggja 2300 íbúðir sem að væri ætlaðar fyrir tekjulága einstaklinga, ekki endilega félagslega leiguíbúðir, heldur fólk sem var á lágmarkslaunum og gæti ekki borgað þessa svimandi leigu sem hefur verið að bjóða fólki upp á. Það var til þess að menn endurskoðu húsnæðisstefnuna og bjuggu til lögin almennar íbúðir sem að við erum núna að fara að breyta okkar félagskerfi í. Og við þurfum að sjá meira af þessu. Við þurfum að sjá félög sem eru ekki hagnaðardrifin, þannig að fólk hafi öruggt heimili og þessir eldri borgarar okkar sé ekki bara ofurseldir leigufélögum hvað húsaleigu varðar. Margir eru að hafa vilja að kaupa sig inn og eiga einhverja hlutdeild og fá að vera þar sem eftir lifir ævi sinnar. Og ég held að við erum auðvitað bara að horfa til þess og vera umburðarlynd gagnvart slíkum hlutum. En allt er þetta eitthvað sem við höfum alltaf að vera tilbúin til að endurskoða. Þetta kerfi eins og við erum að reka þetta núna, íslenskur húsnæðismarkaður er greinilega í ólagi þegar við sjáum biðlista eins og þeir eru í flestum sveitarfélögum. Ég held að biðlistin hér sé í kringu 3 ár. Í Reykjavík er hann 5 ár eftir að komast í félagslegt leiguhúsnæði. Og venjulegur lágtekjumaður í Reykjavík, hann hefur ekkert efni á því að leigja fyrir 400.000 kall á markaði í Reykjavík. Eða við hérna suðum við sjó að leigja hér fyrir 300.000 kall á mánuði. Þetta er auðvitað náttúrulega bara svívirðileg leiga og það er enginn sem stendur undir þessu með venjulega tekjur. Þannig að það er ýmislegt sem þarfnast endurskoðunar við í þessu. En við skulum sjá, við erum núna á fullri ferð að byggja. Það mun auka framboð og væntanlega þá minnka þá spennu sem er á markaðinum og lækka vonandi leiguverð í framhaldinu. Þannig að við sjáum að þetta ástand muni eitthvað lagast, en það er hugsanlega svona 1 til 2 ár í það að slíkt gerist. En við erum bara í erfiðleikum eftir hrunið og menn stoppuðu hægt að byggja og bjugguðu þá til þessa stöðu sem nú er uppi. Og þegar Íbúðalánasjóður ákveður síðan í stað þess að reyna sjálfur að leigja fólki áfram, ákveður að selja þetta inn í hagnaðardrifin leigufélög, þá var náttúrulega bara voðinn vís. Við sjáum 2-3 leigufélög stjórna íslensku leigumarkaði. Það er engin samkeppni orðið þetta lengur. En ég ætla ekki að segja meira, orðið er laust. Gunnar Þórðarsson hér. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og bæjarstjóri. Já, hér hefur margt verið sagt og margt gott. Menn hafa verið að rekja ástandið
og af því að ég var nú í þessari stjórn fasteigna Reykjanesbæjar árabil, að þá get ég sagt frá því að það er auðvitað erfitt að reka svona fyrirtæki því að félagslega kerfið er í raun og veru eitthvað sem að snýr að aðstoð við fólk og það er þannig að greiðslugetan er misjöfn og á þessum árum frá 2010 til 2014 var einmitt það ástand að það þurfti að greiða fólki talsvert fé í fjárhagsaðstoð, miklu meira heldur en nú gerist. Jafnframt því sem að það höfðu farið mörg leigufélag á hausinn sem voru á almennu markaði og gátu ekki sinnt þessu, þá engu að síður var biðlistinn miklu minni og styttri heldur en nú er. Það stafar auðvitað því að við höfum fjölgað íbúum í talsverðu magni og það ójafnvægi sem var áður, það er ennþá en bara allt öðruvísi. Eins og Guðbrandur nefndi hér áðan, þá vantar skortir íbúðir á leigumarkaði. Jafnframt líka á sölumarkaði, hér á svæðinu. Það er staðreynd og við þurfum að bíða þetta í raun og veru af okkur meðan við erum að ná utan þetta. Við náum utan þetta með því að það er verið að byggja alveg fjölda eigna sem hljóta að komast í not á næstu 3 árum, sem þýðir það að það leysir mestan þann vanda sem að þarna er á ferðinni. Þannig að ég tel óráðlegt að fara út í það núna að djöflast í því að fara út yfir meira húsnæði. Eitthvað má það vera en alls ekki mikið. Það er óráð að mínu mati. Ég held að flestir þeir sem er í vandræðum á leigumarkaði eins og hér komur þetta fram, séu einmitt í stakk búnir til að greiða þá leigu sem að eðlilegur leigumarkaður mundi gefa kost. Kristinn Jakobsson. Já, húsnæðisstefna, ég hlakka til þess að sjá hana og gagnrýna hana og koma kannski með breytingartillögur á henni. En eins og komið hefur fram, þá erum við með 239 íbúðir og það er alltaf fullt, það gerist. Bæjarleitarinn, hann hittnar svolítið í hamsi, við hittum fundagerðar. En vinur minn á góðan bíl og ég hef sett þessa sögu áður að ég spurði hann einu sinni hvað hann eyddi bílinn og hann sagði öllu sem sett á. Og það eins með held ég heilbrigðiskerfi á Íslandi, það eyðir öllu sem sett í það og það held ég sé sama með félagslega kerfi. Ef þú bætir við 30 eða 300 íbúðum, þær fara allar út og það verður biðlisti. Og þá er bara spurning, hvað eigum við? Það væri gott fyrir húsnæðisstefnuna að það kæmi bara fram hversu margar íbúðir í félagslega kerfinu ættu að vera í Reykjanesbæ. Hvaða Reykjanesbær ætti að eiga margar íbúðir? Ég hef þann draum að það ætti að vera engin. Samfélagi, það væri það vel gert og vel uppbyggt að það þyrfti ekki félagslegt húsnæði. En þetta er draumur útópíu og er kannski ekki rétt á sér eða er ekki raunhæft. Tökum bara sem dæmi, ég hef lasið einhvern tímann ritgerð á Skemmunni þar sem var fullyrt að það væri tóm dell að vera að fjárfesta í leiguhúsnæði á Íslandi. Það gæti aldrei borgast. Mér minnir að það sé greiðslu á lánum í dag sé cirka 7.000 krónur, ég held að 6.800 kall á hverja milljón. Þannig að 25 milljón krónar íbúð
það þarf að borga 175.000 bara í láninu á því, ef þú skuldar hann alla. Er það sanngjarnlega að fá jafnvirði afborgana lána sem að þú fjárfestir í henni? Ég veit það ekki. Mér finnst að það er kannski meiri kostnað, það þarf kannski að vera 10.000 kall á mánuði sem þú borgar, þannig að það er kostnað við að reka, þá ertu komin upp í 250.000 í leigu á mánuði fyrir 25 milljóna íbúð. Er það skynsemi, er það fjárfesting sem að einhver myndi vilja fjárfesta? Jú, það eru leigufélög sem eru að fá 250.000 fyrir 25 milljóna íbúð. Þannig að það er þau sjá skynsemi í því að fjárfesta í leiguhúsnæði sem að hingað til hefur ekki verið talið arðbært, eða í þessari lærðu ritgerð sem ég las var ekki talið arðbært. Þetta eru spurningar sem við þurfum að svara. Er Reykjanesbær að uppfylla alla og hann að fara að bæta við 163 íbúðum til þess að tæma biðlistana? Þetta eru stóra spurningar. Ég hefði haldið að við ættum ekki að gera það. Þannig að leið og við fáum 163 íbúður og klárum biðlistana, þá kemur annar biðlisti. Og það er kannski 200-300 íbúður eða 70 íbúður. Ef þá að hlaupa eftir því og bæta við 70 íbúður. Við þurfum að svara þessu. Ég sýnist nú umræðan vera á enda runnin. Einhverjum er nú heitt í hamsi ég vilja tala meira en ég tel erfilegt að halda sig við fundarsköp í þessu tilfelli og hleypa mönnum ekki oftar en 2 sinnum upp í pontu. Þetta er búin að vera fín umræða og væntanlega fer hún heldur áfram inn í velferðarráðinu. En þeir sem samþykkt geta þessa fundargerð, hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að síðasta lið á dagskrá þessa fundar sem er breyting á skipan fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Þannig háttar til að Guðni Jósef Einarsson hefur óskað eftir lausn frá nefndastörfum í umhverfis- og skipulagsráði. Það er komið fram tillaga Þórð Karlsson sem aðalmann og Elínu Rós Bjarnadóttur sem varamann. Einhverjar aðrar tillögur? En einhverjar aðrar tillögur þá teljast þau sjálfkjörin. Og þá var dagskráin tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan ekki gerum fundinum. Forseti, fundargerð 525. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 22. ágúst 2017 kl. 17:00. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Þ. Guðmundsson, Davíð Páll Viðarsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristófer Jakobsson, Ingigerður Sænsdóttir, Ísak Erni Kristinsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og í forseti var Guðbrandur Einarsson.
Fyrsta mál, fundargerð bæjarráðs 17. ágúst 2017. Forseti gaf orðið laust um fundargerð bæjarráðs frá 17. ágúst 2017 og fundargerðir bæjarráðs í sumarleyfi bæjarstjórnar. Til máls tók Ísak Erni Kristinsson. Fundargerðin samþykkt 11. Annað mál, fundargerð menningarráðs 10. ágúst 2017. Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson, Kristinn Þór Jakobsson, Kjartan Már Kjartansson, Ísak Erni Kristinsson og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11. Þriðja mál, fundargerð velferðarráðs 15. ágúst 2017. Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Ísak Erni Kristinsson, Friðjón Einarsson, Árni Sigfússon, Kjartan Már Kjartansson, Kristinn Þór Jakobsson, Baldur Þór Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og Gunnar Þórðarson. Fundargerðin samþykkt 11. Fjórða mál, breyting á skipan fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Guðni Jósef Einarsson hefur óskað eftir lausrar nefndastörfum í umhverfis- og skipulagsráði. Tillaga kom með Þór Karlsson sem aðalmann og Elínu Rós Bjarnadóttur sem varamann og voru þau sjálfkjörin. Þeir sem samþykkt geta fundargerðarinnar að bera með gjafamarki. Hún er samþykkt 11-0. Fundargerðin verði undirrituð. 525. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.